Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Að þessu sinni ætlum við að fjalla fjölbreytt málefni að venjum. Við ætlum meðal annars að hitta konu sem fór í 280 kjóla á 280 dögum, hvorki meira en minna. Við ætlum líka að hitta snillingarna sem á kaffið.is, en það fréttavefur sem hefur vakið töluverða athygli. Svo ætlum við að fá Karl Berntsen til okkar sem á ferð og flugi hér. Og svo að lokum ætlum við að fá feðgin sem þekkja dálítið vel jóla útvarp á Akureyri. En við ætlum að byrja á því að tala aðeins rusl. Já, þið heyrðuð rétt, við ætlum að tala rusl. Því að nú jólahátíðin að ganga í garð og við erum ofta neyta töluvert meira og öðruvísi yfir hátíðirnar heldur en venjulega. Og því fylgir rusl. Verið velkomin, Ólöf og Helgi. Takk. Hvað gerist... Kannski þú þekkir það nú vel. Hvað gerist yfir hátíðarnar sem öðruvísi eða ólíkt því sem gengur og gerist á öðrum ástjömmum? Það alltaf í kringum þetta jólahald og allar þessar gjafir sem við erum að skiptast á. Þá verður til gríðarlega mikið umbúðum. Og eins það að við gerum vel við okkur í mat og drykk og þannig að það myndast inn á heimilunum miklu meiri úrgangur heldur en svona alla jafnan gerist yfir aðra mánuði ársins. Og þetta hellist yfir okkur á mjög skömmum tíma. Þannig að við þurfum að vera svolítið bæði við sem stöndum í því að safna þessu og koma til endurvinnslu og eins íbúar og heimilisfólk þarf að undirbúa þetta eins og bara annað í jólaundirbúningi. Hérna á Akureyri, svona fyrir þá sem ekki þekkja til, þá erum við, ég held við getum nú sagt að við séum ágætlega duglega að flokka. Það verið að flokka pappír og það verið að flokka lífrænt og allt eiginlega gler, málma og svo framvegis. Þú vinnur hjá Moltu meðal annars og þangað fer allur lífræni úrgangurinn. Er eitthvað sem þarf að hafa í huga sérstaklega yfir jólavertíðina sem tengist lífræna? Það náttúrulega bara svona alltaf, alla jafna. Það þarf náttúrulega bara að passa svolítið upp á að við séum eingöngu að fá lífrænt og passa hnífapör. Hnífapör? Hnífapör og svoleiðis. Það að valda miklum skemmdum og tjóni hjá okkur. Eru að henda hnífapörum með? Já, það því miður bara svolítið algengt, mjög algengt. Já. Og fólk örugglega að tapa svolítið úr stellunum hjá sér. Já. Finnið þið nokkuð staka sokka líka? Nei, okay. Ekki fundið sokka. Já, ok, ég held að vera kannski farin að finna hvar þeir enda allir saman. En hnífapör, þetta getur náttúrulega verið vesenni. Já, þetta veldur miklu tjóni. Þetta fer allt saman í stóra hakkavél og þetta brýtur hnífa og veldur skemmdum og bara örðuleikum í vinnslunni. En allt þetta lífræna, því breytt í grundvallaratriðum í mold? Já, í moltu, sem þá jarðvegsbætur áburður. En hvað með allan pappírinn, jólapappírinn og slaufurnar og kortin? Maður svona stendur sjálfan sig að því að maður setur með svartan ruslapoka inn í stofu og hendir eiginlega bara öllu þangað. Og hendir síðan bara svarta ruslapokanum. Er það góð leið? Nei, það ekki góð leið. Sko. Þú þarft í rauninni þyrftir að vera með kannski 3 poka eða 3 ílát þegar þú ert að taka upp pakkana eða krakkarnir að taka upp pakkana. Og við vitum það á heimilum þar sem mikið af börnum að þá atgangurinn mikill. Þannig að það þarf eiginlega að vera einn umhverfisstjóri yfir þessu. Setja plastið í einn poka, bréfið, jólapappírinn í annan og síðan náttúrulega bara rusl í þann þriðja. Við getum endurunnið stóran hluta af þessu, til að mynda þennan hefðbundna jólapappír. Þá þurfum við náttúrulega að taka af honum þessa plastborða og merkimiðana. Plastborðarnir færu þá í plastið og merkimiðarnir þyrfti þá að losa samt á þeim eru oft borðartengdir og eitthvað annað og þetta vil slæðast með. Og síðan náttúrulega eru tauborðar og það allskyns umbúðir utan pakkar sem kannski ekki eru bréf. Og nennir fólk þessu? Það örugglega allur gangur á því. Gerir þú þetta? Ég reyni að hafa stjórn á þessu. Já. Það svona gengur misvel. En maður reynir aðeins að standa sig og sýna gott fordæmi. Nákvæmlega. En það einmitt akkurat þetta að halda pappírnum sér og plastinu sér og svo allt þetta skrautdúlleri. Jú, þetta voða fallegt og skemmtilegt en endar á stórum hluta bara sem rusl og sem ekki hægt að nýta til endurvinnslu. Svo erum við með svona grendagáma. Ég tók eftir því þeir eru búin að minnka
opið á grenndargámunum? Af hverju? Það í sjálfu sér ósk moltu af því að stór hluti af pappír sem kemur af grenndargámunum að koma til moltu og við nýtum sem stóðefni í jarðgerðarferli og við vorum bara að fá alveg óheyrilega mikið af allskyns öðru rusli sem ekki pappír, bara ljósakrónur og hljómflutningsgræjur og ýmiss konar dót. Þannig að það ástæðan fyrir því að við minnkum og það hefur lagast mjög mikið en því miður ennþá mjög algengt til dæmis ef að fólk safnar jólapappírnum í plastpoka þá fer bara allur plastpokinn með í staðinn fyrir að hann sé losaður af því að við inn í moltu getum við eingöngu notað pappírinn. Við tætum hann niður og ef það mikið af plastið þá tætist plastið líka niður í smá litla sem að fíkur svo bara út í náttúruna. Ég veit að þú færði örugglega töluvert af spurningum en þarf maður að vera alveg bara geimvísindafræðingur til þess að ná þessu öllu saman? Nei. Þetta við kunnum þetta alveg sko. Það bara oft á tíðum það hraðinn á öllu að við gefum okkur ekki tíma til þess að sinna þessu. Þetta í sjálfu sér engin geimvísindi. Við allavega á Akureyri og fullyrði allstar á Eyjafjarðarsvæðinu þá kunnum við þetta. Við vitum alveg að pappírinn fer í einn farveg, pappinn í annað, plastið og fernur og þess að við kunnum þetta allt saman. En það eins og Ólöf bendir á, þá hraðinn stundum svo mikill að hnífapörin fara með og pitsuskurðarhnífurinn fer með pappan, við erum að finna svoleiðis. Og þetta náttúrulega, fólk ekki gera þetta viljandi, þetta bara hraðinn svo mikill að það þarf aðeins að staldra við. Svona að lokum, kannski bara einhver þá hvatningarorð, hvers vegna eigum við að nenna standa í þessu? Það bara umhverfislegur ávinningur af því og við hérna á öllu Eyjafjarðarsvæðinu eins og Helgi nefndi, þá eru Eyfirðingar almennt að standa sig mjög vel og þurfa bara endilega að halda því áfram. Það bara mikill umhverfislegur ávinningur af því að standa sig vel í úrgangsmálum. Og þetta ekkert mál. Og þetta endar ekki allt á sama stað eins og mýtan hefur stundum verið? Alls ekki og það kannski einn punktur líka sem að vert að nefna að mikið af þessu jólaskrauti náttúrulega bara endurnýtanlegt. Þannig að ef að fólk getur líka að hugsa þetta, tekið þann bólinn í hæðina til þess að minnka þetta úrgangsmagna að þá ekkert í sjálfu sér flókið að nýta þessa plastborða aftur, jafnvel pappírinn aftur og það margir sem gera þetta en það svona, hraðinn stundur svolítið mikill, við fórum svolítið fram úr okkur í þessu. Nákvæmlega. Takk fyrir komuna og bara gleðileg jól, gleðileg umhverfisjól. Við höldum áfram eftir smá stund og tölum þá 280 kjóla.